Arnar, búin að taka nokkrar æfingar saman. Hvernig stemmingin í hópnum? Hún bara góð, mjög góð. Bara búið að ganga ágætlega þessar æfingar. Var náttúrulega opin æfing hérna daginn þarna, gekk kannski ekki eitthvað frábærlega vel að henni en annars búið að ganga mjög vel. Við erum búin að fara yfir fullt af hlutum og erum svona bara að slípa okkur til. Þessi opna æfing, hvað var skrítið? Þetta fyrsta æfing allan sem ég hef gert með landsliðinu sem svona opin, þannig að það var smá skrítið en nei, þú veist, það var alveg fókus á æfingun og allt það sko, en bara smá skrítið að vera með liðin, en það var mjög gaman og gaman eftir æfingar og hitta fólkið og allt það sko, þannig að það var ekkert að kvarta við því sko, alls ekki, en já, eins og ég segi, bara æfingar voru frábærar, slípa hlutan til, við erum búin að fara í nokkra hluti og svona og fara aðeins yfir leikina sem eru að koma núna á æfingamótinu. Eru einhverjar nýjar áherslur frá síðustu stórmótum? Ég myndi ekkert segja það sko, ekkert segja eitthvað svona öðruvísi en samt það eru svona einhverjar áherslubreytingar. Annars þetta bara mjög svipað, við þurfum bara, eins og var að segja í viðtalinu áðan, bara við þurfum að slípa okkur til, við þurfum að finna rytmann, finna taktinn við alla aðra, hvernig aðrir eru að spila og svona, þú veist, það má ekki gleymast, þannig að, já. Hvernig hóru verið á andstæðingana í riðlinum? Bara fínt sko, fínt. Það eru Ítalía, Pólland, Ungverjaland, þannig að þetta verður alveg krefjandi riðill og eins og alltaf að fá alltaf Ungverja, þannig að það verður alltaf gaman að hitta þá og já, bara flott sko. Þetta byrjum með Ítalíu, þannig að þetta verður svona, já, maður bara spila okkur vel og eins og ég segi, nýta æfingamótið núna, vera komin í góðan rytma fyrir riðilinn, þannig að við séum bara vel stendir í þetta. Aðeins út í þig og meiðist fyrir HM, mjög svekkjandi, var það leiðilegt? Já, það var mjög leiðilegt, sérstaklega sem hann var svona í góðu formi og var kannski öðru hlutverki á Snorra sem var fínt og maður var að spila sig vel inn í það. Það var alltaf leiðilegt að missa því, mér fannst við vera svona góður meðbyr með manni, þannig að það var svona ekstra svekkjandi. Svo náttúrulega var leiðilegt að fara heim og horfa á leikinn í sjónvarpinu, það hefur aldrei gerst. Talar hlutverki sem Snorri með í, hvernig hlutverk sérðu fyrir þér á þessum stórmótum? Ég held að hann sé að hugsa meira eins og ég er að gera bara hjá Melsungen sko, að það sé svona, þú veist, svona stór tankur á línunni sko og mér fannst það bara nýtast vel núna sérstaklega í janúari síðasta ári og núna á móti Þjóðurum síðast. Mér finnst það ganga vel og ég held að Snorri sé alveg að fara að spila mér rétt og ég held að hann veit alveg sjálfur hvað hentar mér best og svona, þannig að ég hef enga áhyggjur af því. Út á leiðinni frá Melsungen, hvað er eitthvað í kortunum? Það er ekkert í kortunum eins og það náttúrulega er alltaf eitthvað opið en það er ekkert eitthvað klárt neitt, þannig að við erum bara að bíða að sjá hvað kemur af því. Þú séð þennan EM-glugga liða að fylgjast með þér og þú vilt bara standa þig þar og þá kannski kemur eitthvað gott inn á borðið? Já, það er dálítið mikið sem maður er að hugsa þetta sko, ekki að það sé einhver auka pressa eitthvað hannig, en ég held að það sé fínt líka bara fyrir mann sjálfan að það sé svona, að sé eitthvað svona gulrót, eða ekki gulrót en að það sé svona að maður sé kannski ekstra fókusaður þó að maður alltaf ekki vera þannig út af einhverjum samning en samt að sé að maður verður bara, já, hvað segir maður, vel græður bara fyrir þetta og maður nýtir alla sína krafta og fókus í að standa sig vel.